Jæja, Samúel, 22-22 hérna í fyrsta leiknum í Digranessi. Já. Unnið stig eða tapað? Klárlega unnið stig hjá okkur. Við lítum þannig á það. Við erum eldaðið nánast alla leikinn og leit svo sem ekkert vel út. Ég held að við séum 21-16 undir í seinni hálfleik og en ekki það, við vorum svo sem aldrei búin að missa trúna en þetta leit svo sem ekkert eitthvað voðalega lofandi út fyrir okkur. Við náum að berja okkur saman og vörðin sem við spilum hérna síðustu 10 mínúturnar fannst mér að alveg í algjörnum toppklassa. Það var alveg virkilega gaman að sjá strákarnir. Það er engin einn á móti einum, það er ef einn missi þá er næsti klár og mér fannst það bara að vinna þetta virkilega vel saman sem heild í dag og já, þannig að fyrir okkur klárlega stig unnið. Svo segir kannski FH með yfirhöndina megnið af allan að upphafi leiksins. Já. Samt náðu þér aldrei einhvern veginn að stinga ykkur af? Nei, við eins og ég segi, ég hef nú meiri trú á þessu liði heldur en kannski spáin sagði og ég er búinn að sjá þessi stráka að vinna með núna í nokkra vikur og það er fullt af hæfileikum sem býr í þeim og mér fannst aldrei missa trúna og aldrei missa viljan til að berjast. Þrátt fyrir við værum að fá okkur alls konar klaufamark í fyrra hálfleik, þá fannst mér samt vera að reyna að gera réttu hlutina og reyna að vera að vinna þetta rétt, þannig að við héldum því bara áfram. Það sé líka ástæði fyrir að við vorum að geta missa fram úr okkur. Við erum að gera margt rétt og við gerum einhver mistök líka. Nú er ykkur, eins og það spáð næsta sætinu, annað ári í röð. Já. Við afsunnuðu það í fyrra, þið hljótið að ætla að gera það aftur í ár. Já, við erum hvergi bánir og ætlum svo sem ekkert að vera með einhverja sleikjudóma það hverjir er verið neðstur og hvort það eru við einhver aðrir en við allavega vinnum þetta þannig að við ætlum að mæta í hvern leik og við höfum trú á því að við getum náðið stig eða 2 þar, alveg sama múti hverjum við erum að fara að spila. Hvað hefði samt mátt fara betri okkur svo þið hefði tekið stigin 2? Það eins og ég segi, fyrra hálfleik þá erum við fannst mér að leysa varnarlega alveg ágætlega en það er kafli þegar við erum með fleiri sem við töpum 2-1 eða 2-0 minnum mig. Það eru 2 línusendingar sem koma úr horni, svona blint bak við okkur, við þurfum að fá okkur svona auðlamörk fannst mér dálítið í fyrra hálfleik, þrátt þegar við værum að spila kannski nokkuð vel og við erum ekki heldur, varnarlega seinni hálfleik erum að fá 6 mörk en við erum ekki ná að nýta það nógu vel í hraðaflöp og seinni bylg. Við vorum erum kannski ekki með, vantar bæði Garðar og Ólafið inn í hópinn í dag og við erum bara ekki með það stóran hóp að við getum verið að spila eitthvað hátemp þannig séð. Þannig að við vorum kannski frekar að spara okkur í hraðaflöpin frekar að spara okkur að hlaupa tilbaka og það allavega skila okkur stíð. Þeir FH náðu þarna 5 marka forskoti, 21-16, síðan skora þeir bara ekki í 13 mínútur og þið vinnið ykkur þannig inn í leikinn. Já, eins og ég segi, Bjössi er náttúrulega frábær fyrir á bakvið. Fann sig ekki alveg í fyrra hálfleiknum og vörðin þéttist í og hjálpaði honum og Bjössi er alveg helviti góður ef hann er með góða vörð fyrir frá sig. Þá tekur hann þessa bolta sem hann á að taka og hann getur þá og gott betur í dag. Sér það allan ekki eftir í núna að hafa kippt honum út í hálfleik? Nei. Eins og ég segi, það var kannski ósakett gagnvart Helga. Helgi er búinn að vera rosa flottur á æfingum og æfingaleiki hjá okkur líka og hefði alveg verðskuldað að fá sénsinn en við ákváðum að sjá hvort að Bjössi myndi ekki rökk í gangi seinni og erum bara mjög ánægðir með það. Samúel, þakka þér fyrir.